Takk Gísli og Kylie Jenner. Til hamingju með litlu stelpuna frá mér, Boga og öllum á RÚV. 2 frækileg afrek standa upp úr í vikunni. Á Íslandi lenti þyrla á grasflöt við Eiðisgranda og í Bandaríkjunum lentu 2 eldflaugar samtímis eftir að Elon Musk hafði notað þær til að skjóta Tesla út í geim. Vá. En Elon Musk hlýtur að glíma við slæmt kvef því Tesla hefur ekki ferðast svona hratt síðan stofnandi United Silicon hnerraði stýri á Reykjanesbrautinni og skaust upp í 180 km hraða. Í vikunni kom í ljós að í fyrra fékk þingmaður 385.000 krónur á mánuði í aksturspeninga frá Alþingi. Alls 4,6 milljónir fyrir að keyra 47.644 km. Þetta mjög mikið af peningum og mjög mikill akstur. Teslan hans Elon Musk á leiðin til Mars en hún samt ekki búin að ferðast jafn langt og þingmaðurinn með þunga bensínfótinn. En bara það væri hægt að gera eitthvað í þessu. Bara það væri einhver svona reglur sem kom í veg fyrir svona bruðl með opinbert fé. Til dæmis reglur þingfararkostnað. Reglur þingfararkostnað. Þær eru til og í þeim kemur fram að þegar alþingismaður þarf að aka meira en 15.000 km á ári skuli hann fá til afnota bílaleigubifreið sem hagkvæmari fyrir þingið og það sé eflaust hagkvæmast fyrir þingið að flytja þingmenn á milli staða svona. Það sem sagt mælst til þess að þingmenn velji hagkvæmari leið en eigin bíl eða aka meira en 15.000 km á ári. Þessi þingmaður ók rúmlega 3 sinnum það, skelli hlæjandi, þrátt fyrir að í sömu reglum komið fram að hann skuli velja hagkvæmasta ferðamátann. Þingmenn fylgja sem sagt ekki reglum sem þeir setja sjálfur. En bara ef það væri hægt að gera eitthvað í þessu. Bara ef það væri hægt að fylgjast með greiðslundi þingmanna með einföldum hætti. Það myndi kannski vera til þess að það hætti að umgangast opinbert fé eins og 6 mánaða gamall sonur minn umgengst bleiur. Bara að væru einhvers konar lög þetta. Þessi lög eru reyndar ekki til en í október árið 2015 var lagt fram frumvarp sem hefði gert upplýsingar laun og allar greiðslur til þingmanna opinbera fyrir almenning. Frumvarpið náði reyndar ekki í gegn en það samt tilbúið. Það þarf bara einhver að leggja það fram aftur og til að auðvelda þingheimi lífið skal ég láta tengila á frumvarpið fylgja þessu innslagi þegar það fer á netið. En það föstudagskvöld. Þetta gæti gleymst. Þess vegna hvet ég alla til að nota kassamerkið sýnið okkur peninginn á samfélagsmiðlum til að þrýsta á að þetta verði gert.